Þá ætlum við að skoða einfaldar jöfnur enn eitt skiptið. Við ætlum að byrja á að skoða einfalt orðadæmi. Þegar við leysum svona orðadæmi þá þurfum við að parsa sérstaklega vel að lesa dæminu vel og vandlega til þess að átta okkur á því hvað er verið að spyrja. Og hér er textinn: í poka eru gular og grænar perlur. Gulu perlurnar eru 10 fleiri en þær grænu og alls eru 50 perlur í pokanum. Hvað eru grænu perlurnar margar? Þær gulu eru fleiri en þær grænu og ég ætla þess vegna að láta X standa fyrir grænar og þær gulu eru 10 fleiri. Það eru sem sagt jafn mikið og þær grænu nema 10 í viðbót. Þannig að X plus 10 eru gulu. Og ef ég legg þetta saman, grænu og gulu, þá fæ ég út 50. Það kemur fram í textanum. Og hvað gerist nú ef ég tek orðin í burtu? X fyrir grænu plus X plus 10 fyrir gulu, þá fæ ég út 50. Og nú ef ég er með X plus X, já X, og einhver gefur mér annað X í viðbót, þá er ég 2X plus 10 er jafnt og 50. Ég ætla að losa mig við 10 á undan tvistunum því að 10 er lengra frá X-inu. Og það ger ég með því að segja mínus 10. Þetta er út. 2X er jafnt og 40. Nú fór ég aðeins frá mér. Hér er sinnummerki á milli 2 og X. Fyrst það er sinnum þá ger ég öfugt og ég deili. Þetta styttist út. X er jafnt og 20 og ég er komin lausn. Hér er annað dæmi, einfaldari texti, en dæmið er ekkert endilega einfaldara. 25% af tölu eru 40. Hver er talan? Ég get fundið þetta með því að nota prósentureikning, en við erum að læra jöfnur í þessum kafla og þess vegna ætla ég að leysa þetta með því að búa til jöfnu. Ég ætla að kalla töluna sem spurt er X. Og þess vegna segi ég 0,25 því að þegar ég margfalda með prósentum verð ég alltaf að breyta í tugabrót. Sinnum X sem er talan er jafnt og 40. Því þegar ég finn prósentur af tölu þá ger ég tugabrótið sinnum talan og þá fæ ég svarið. Nema ég veit ekki töluna hérna, ég veit bara svarið. Og þetta má líka skrifa svona 0,25x er jafnt og 40. Ég er bara búin að sleppa sinnumerkinu. Og hvað gerði ég áðan þegar það stóð 2x var jafnt og? Jú, þá deildi ég með 2 beggja vegna til þess að stytta út tvistinn. Ég gerir nákvæmlega eins hér, nema ég deili með 0,25 beggja vegna. Þetta styttist út hérna megin, bara x eftir. Og 40 deilt með 0,25, ég geti slegið það bara inn í vasareikni. En að deila með 0,25 sem er 1/4 er það sama og að margfalda með 4. Þannig ég fæ 160 út úr þessu og ég er komið lausn. Hérna er svipað dæmi. Nonni keypti gallabuxur útsölu og fekk 15% afslátt. Hann fekk 2250 krónur í afslátt. Hvað kostuðu buxurnar án afsláttar? Við vitum að 2250 krónur eru 15% af verði buxnanna. Upphaflegu verði buxnanna. Þannig að upphaflega verðið, köllum það x, 0,15x er jafnt og 2250. Aftur deili ég með tölunni sem er fyrir framan x-ið, 0,15 og þá verði ég að deila hinum megin líka til þess að viðhalda jafnvæginu. Þetta styttist út. X, ég slæði þetta bara inn í vasareikni og fæ út 15.000. Þetta kostuðu buxurnar án afsláttar. Ummál rétthyrnings er 68 cm, reiknaðu hliðarlengdir hans og sambandi milli hliðarlengdana er gefið hérna á myndinni.
ummál er þegar ég legg saman þessa hlið pluss þessa hlið pluss þessa hlið og pluss þessa hlið. Ég verð að passa að fara allan hringinn. Ég get í raun og veru bara talið, það eru 1, 2, 3 og 4 hliðar, þannig að ég vil fá 4 stærðir inn í jöfnuna mína. Þessi hérna hlið er líka x og þessi hlið er líka 3x. Því að hliðar sem eru á móti hver annari eru jafn stórar. Þannig að ég ætla að ég byrja bara hér. X, búið með þetta, pluss 3x, búið með þetta, pluss x, búið með þetta, pluss 3x, búið með þetta, er jafnt á 68. Og hvað er ég nú með mörg x? X er bara 1x. Þannig ég er með 1 pluss 3, það eru 4, pluss 1 í viðbót, það eru 5, pluss 3 í viðbót, það eru 8. 8x er jafnt á 68. Og ég þarf að deila með 8 beggja vegna. Og þetta slægi bara inn í vasareikni. X er jafnt á 8,5 sentimetrar. Þá veit ég að þessi hlið er 8,5 og hliðin á móti líka. En langa hliðin eru 3 svona. Þannig að þá segi ég bara 8,5 sinnum 3, 25,5. Og þá er ég búinn að lista. Notað svipaða aðferð til þess að leysa hornasummu. Við vitum að hornasumma þríhyrnings er alltaf 180 gráður. Þannig ef ég legg saman þessi 3 horn, þá á ég að fá út 180 gráður. Og ég var að prófa, sjá hvað gerist. Ég byrja hér. X, búið með þetta, pluss 2x, búið með þetta, pluss x pluss 20, búið með þetta, er jafnt á 180. 1x pluss 2x eru 3x, pluss 1x í viðbót, það eru 4x, pluss 20, er jafnt á 180. Losa mig við 20 með því að gera mínus, stytti þetta út, 4x er jafnt á 160, deili með 4 til þess að geta stytt út, þá verð ég að deila hérna megin líka, x er jafnt á 40. Og þá er þetta horn 40 gráður, þetta er 80 gráður og þetta er 100 gráður. Nei, þetta horn er svo mikið sem 60 gráður. Og það gengur upp því að 40 pluss 60 pluss 80 er 180 gráður. Þegar við sjáum svona myndir þá getum við ekki tekið upp gráðubógamælt því þær eru ekki endilega alveg réttar. En við höfum að geta reiknað þetta. En þá er þessum hluta lokið.